Við erum saman komin til að kveðja hinstu kveðju, kæran eiginmann, föður, fóstra, tengdason, tengdaföður, bróður, starfsfélaga, sveitunga og vin. Jón Þormar Pálsson. Ég votta ykkur sem eruð hér, mínar innilegustu samúðarkveðjur, þegar við í dag felum Jón Þormar og okkur öll í Guðs hendur á þessari stundu saknaðar og sorgar, sem líka stund fallegra og góðra minninga. Og fyrir þær allar erum við þakklát og biðjum Guð að blessa þær. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og við biðjum, vertu nú yfir og allt kring með eilífri blessun þinni, setji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir minni. Amen. ljúft að horfa á þig.
Davíð sálmur 121 talar sterkt til okkar sem búum hér á þessu harða en heillandi landi, þar sem fegurð og styrkur fjallanna sem við höfum fyrir augum mótar hug okkar og hjarta. Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Nei, vörður þinn blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein og ekki tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Amen.
Við megum rísa á fætur og hlýða á Guðspjalli sem stendur í Matteusar Guðspjalli. Í 7. kafla þar sem að Jesús segir: verið ekki áhyggjufull líf yðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himins, hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Og eru þið ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og því eru þér áhyggjufull klæðnað. Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo gras vallarins, sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða yður? Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, og sæl erum við, við heyrum Guðs orð og varðveitum það.
Það eitthvað mjög skrítið og hálfasnalegt vera hér að kveðja Jón Þormar, manninn sem var fullur af lífi og uppátækjum, orku og framtakssemi, og þurfa að kveðja hann langt aldur fram. Ég viss að við leiðum hugan að því nú í dag þegar við erum komin saman hér í Selfosskirkju, hvað það einstaklega ósanngjarnt að Jón Þormar sé tekinn frá öllum sem elskuðu hann og auðguðust af því sem hann gaf þeim. En svona lífið og við skiljum það ekki alltaf og eiginlega sjaldnast. Við vitum að lífið og dauðinn haldast í hendur og það verður sérstaklega augljóst í sveitinni með skepnum sem fæðast og deyja, eru nýttar til að næra annað líf og uppfylla sitt hlutverk þannig. En lífið og dauðinn sem mæta okkur, manneskjunum, auðvitað eitthvað allt annað. Því það snertir okkar innsta kjarna, mótar hver við erum og hristir grundvöllinn sem við stöndum á. Mér langar til að þakka fyrir fallega tónlist hér í dag, sem skemmtileg og fallega flutt. Og hún einmitt lýsandi fyrir fjörið lífið og einlægnina sem margir tengja við Jón Þormar og kynnin við hann. Því hann var sannlega hrókur alls fagnaðar sem fór oft og kannski alltaf sínar eigin leiðir. Og ég veit að þessi stund ekki bara stund sorgar og tára. Og elskurnar mínar, við skulum gráta eins mikið og við getum. En þessi stund líka stund góðra minninga, skemmtilega tíma, veisluskap, fyndna frasa, ríkulegar veitingar og gleði, fögur hross og gæðinga og myndarlegt sauðfé. Og fyrir allt þetta erum við þakklát. Jón Þormar var blessaður með svo mörgu, ekki síst fólkinu í kringum hann, hans nánustu, henni Huldu Karólínu og börnunum sínum, fósturbörnum og öllum þeim fjölda vina og samferðarfólki sem í leik og starfi urðu á vegi hans. Og mér langar að þakka ykkur sem lögðuð ykkar af mörkum til að glæða þessi minningarorð innihaldi fyrir samtölin og skilaboðin. Og vonandi gera þau Jóni Þormari rétt til og hver hann var. En Jón Þormar Pálsson fæddist á Hvassafelli undir Eyjafjöllum 25. júní árið 1966. Hann sannkallað sumarbarn. Hann varð bráðkvaddur skammt frá heimili sínu að Böðmóðsstöðum laugardaginn 22. mars síðastliðinn. Hann hefði því orðið 59 ára í sumar. Og mér langar að orða hér í sameiningu með ykkur hvað andlát hans snerti marga sem voru þetta sama kvöld að samfagna vini eins og Jón Þormar var sjálfur að gera og hafði rétt afhent afmælisbarninu rausnarlega gjöf. En gleðin breyttist á snöggu augabragði í áfall og sorg þegar fréttin barst hvað hafði gerst. Margir komu til að hjálpa þegar andlát Jóns Þormars bar á leiðinni heim á Böðmóðsstaði. Og þar nefnum við auðvitað dóttur Jóns, Vilborgu, sem var hjá honum í bílnum þegar áfallið reið yfir
og veitti alla mögulega hjálp. Það var þrekvirki hjá ungri konu í ólýsanlega erfiðri stöðu. Foreldrar Jóns Þormars voru Vilborg og Páll, sem bæði eru látin. Þau bjuggu á Hvassafelli, nýbýli út frá steinum undir Eyjafjöllum. Jón Þormar var 7. í röð 7 barna þeirra Vilborgar og Páls. Systkini hans eru Guðlaug, Bergur, Elín, Rútur, Sigurjón og yngri en Jón Þormar var Magnús, sem látin. Jón Þormar gekk í grunnskólan í Skógum og þaðan leið hans í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Hann stundaði þar nám til 2 ára og hóf svo nám í Garðyrkjuskóla ríkisins. Og svo tók við skóli lífsins. Það var líf og fjör á Hvassafelli og mörg uppátækin sem þar urðu. Foreldrar Jóns Þormars sinntu búskap en einnig öðrum störfum utan heimilis, því ekki veitti af að drýja innkomuna. Eftir að Jón Þormar flutti að heiman kom hann auðvitað oft aftur heim og þá þeim frændbörnum sem þar dvöldu til mikillar gleði, því hann var svo skemmtilegur frændi. Það var líka á Hvassafelli sem Jón Þormar byrjaði sinn kokkaferil og kom þá í ljós að matargerð lá vel fyrir honum. Það var reyndar ekki meðan móðirin var heima, því að þá voru strangar inngöngureglur í eldhúsið. En frændsystkini hans rifja upp að þegar Vilborg þurfti að fara bæ einhver tíma, þá var hann búin að útbúa og frysta í allar máltíðir og skilja eftir nákvæm fyrirmæli hvað átt að sækja í frystin og elda og borða og á hvaða tíma. En Jón Þormar fór náttúrulega ekkert eftir því, heldur eldaði bara sjálfur það sem þau langaði í. Eftir hans skólagöngu tóku við ár með ýmsum störfum, þar á meðal tamningar, smíðar, slátrun og fleira. Svo eignaðist hann sitt fyrsta barn, hana Huldu, árið 1990. Hennar móðir Guðlaug Þóra Jónsdóttir. Og árið 1992 kynnist Jón Þormar svo eftirlifandi eiginkonu sinni, Huldu Karolínu Harðardóttur frá Böðmóðsstöðum. Unga parið náði vel saman. Þau hófu búskap í Vík og ráku meðal annars tamningastöð. Vinnan togaði þau síðan í sameiningu á Höfðabrekku, að Skógum, til Selfoss og á Ólafsvelli, svo eitthvað sé nefnt. Árið 1999 gengu Jón Þormar og Hulda Karolína í hjónaband og það fór fram á Höfðabrekku í Landeyjunum og vitaskuld með eftirminnilegum hætti. Því brúðhjónin, presturinn og allir sem komu að athöfninni sátu hesta á meðan á þessu stóð. Elsta barn þeirra hjóna fæddist svo þetta ár og það Vilborg Hrund. Hennar maður Emil Stefánsson. Þau eru búsett á Norðurlandi og sinna búskapi þar. Og svo eignast þau Styrmi Snæ, hann fæddur 2002. Hans maki Soffía Ír Örvarsdóttir. Og yngsta barn Jóns Þormars og Huldu Karolínu Hrannar Snær. Hann fæddur 2009 og klárar því grunnskólan í vor. Svo má telja með afkomendum Jóns Þormars litla barnið sem Vilborg Hrund gengur með
og lítur dagsins ljós á sumri komanda. Jón Þormar var spenntur fyrir komu þessa langþráða barnabarns og var búinn að plana margar samverustundir með því. Og það víst að afi mun fylgjast með og vaka yfir litlum dreng sem kærkomin viðbót við fjölskylduna. Jón Þormar og Hulda Karólína festu kaup á Böðmóðsstöðum 2 sem var starfandi kúabú í eigu foreldra Huldu Karólínu árið 2000. Jón Þormar og Hulda Karólína ráku kúabúið fram til lok ársins 2022 en einnig var Jón Þormar að vinna við slátrun á haustin. Síðastliðin ár vann Jón Þormar hjá Landstólpa og starfaði þar við fjölbreytt verkefni. Samstarfsfólk hans hjá Landstólpa sendir fjölskyldu Jóns Þormars innilegar samúðarkveðjur og það verður glösum lyft í kvöld í minningu Jóns Þormars í árshátíðarferð Landstólpa sem núna í Portúgal. En Jón Þormar kom víða við og lét til sín taka. Hann stofnaði ásamt fleirum fyrirtækið Gullkorn í kringum byggrækt sem var nýtt til þess að fóðra skepnur. Og Gullkorn rann síðan inn í búnaðarfélag Bláskógabyggðar. Og það var skref sem að Jón Þormar kunni að meta, því hann sá viskuna í því að sameina krafta frekar en að dreifa þeim. Þau sem þekktu Jón Þormar eru öll sammála að hann var eftirtektarverður maður sem fór ekkert lítið fyrir og var aldrei feiminn við að segja það sem honum fannst. Og þau sem þekktu hann vel kynntust líka húmornum hans og frösunum sem hann sló gjarnan sig með. En það gott að eiga standardskot í ólíkum aðstæðum. Eins og þegar fólk fer að mögla og kvarta, það lofaði enginn að þetta yrði auðvelt. Og hvað að þegar ekkert að? Eða þetta þegar einhver gerði sig líklegan við að fíflast of mikið fyrir hans smekk? Viltu taka afleiðingunum af því? Og þegar eitthvað gott varð á vegi hans, var það dýrlegt. Og við myndumst á eldamennskuna áðan. Jóni Þormári má lýsa sem sjálf lærðum snillingi í eldhúsinu, sem sá að elda ofan í þau sem kringum hann voru, hvort sem það var heima við eða í hestaferðum. Og hann reiddi fram miklar og góðar veislur. Hann hafði líka sannan áhuga á matnum sem hann bar fram. Alveg frá því að rækta skepnu, lóa henni, gera úrbeina og elda. Og svo var tíma rekin kjötvinnsla á Böðmóðsstöðum. Hann hafði gaman af skotveiði og fiskveiði. En þótt að Jón Þormar og Hulda Karólína hafi deilt mörgum áhugamálum og viðfangsefnum, þá voru veiðin ekki eitt af því. Hana fékk Jón Þormar að eiga einn. Hross og hrossarækt voru Jóni Þormari hugleikin og þar vissi hann sínu viti. Lengi vel var sauðfé ekki í náðinni hjá honum og hann þoldi ekki kindur. En varð síðan hugfanginn af töfrum sauðfjárræktarinnar og hvað sú iðja getur verið gefandi. En kannski var fyrst og fremst hans hjartans áhugamál að vera með fjölskyldunni og börnunum sínum sem hann elskaði út af lífinu og sóttist eftir að hafa félagsskap af. Og það voru ekki bara hans eigin börn sem nutu þess sem Jón Þormar hafði að gefa.
Hann reyndist þeim börnum sem dvöldu á Böðmóðsstöðum einstaklega vel og stóð með þeim í blíðu og stríðu. Og þar eru minningar góða vist og stóran faðm. Börnin í lífi Jóns Þormars taka meðal annars með sér minningar matartíman með stóru emmi. Það var heilagur tími sem allir tóku þátt í og þar sem allt var rætt. Og þótt Jón Þormar stæði yfir pottunum, jafnvel með barn á mjöðminni til að sefa og hugga, gat hann kastað fram vísu eins og þessari. Og þetta mann Hrannar sem þá greinlega var orðinn svolítið svangur og úrillur. Litli ángadanginn þarf að fá í svanginn hrossakjöt og slátur, svo hann verði kátur. Börnin í lífi Jóns Þormars taka líka með sér mikilvægi hreinskiptinna samskipta og hvernig þarf ekki að tipla í kringum hlutina. Sérstaklega ekki í sveitinni og í lífinu þar. Krakkarnir minnast til dæmis ævintýraferða undir Eyjafjöllum og í Vík, þar sem fíllinn var veiddur og rotaður eftir kúnstarinnar reglum. Og síðan auðvitað gert að honum og hann eldaður af list. En í gegnum alla frasana og hrjúft yfirborð var nóg af tilfinningum. Jón Þormar var næmur og mátti ekkert aumt sjá. Það sem honum þótti væntum, það þótti honum væntum. Hann var líka duglegur að gera tilefni úr öllu. Tilefni þar sem sest var niður með góðu fólki og jafnvel fengi sér í glas. Og það auðvitað til mikillar fyrirmyndar að geta til dæmis gert veislu af því tilefni að ný bjórglös komu á heimilið. Þau þarf auðvitað að drekka til í góðum félagsskap. Það eru nokkrar kveðjur sem hafa borist að auki sem ljúft og skylt að flytja. Það eru hlýjar kveðjur frá Atla í Nighól og fjölskyldu, svo sendir Ásta Jóna og fjölskylda samúðarkveðjur til aðstandenda. Í sálminum hans Bubba sem við syngjum á eftir eru orð sem við gerum að okkar, því við vitum að þau eiga svo vel við á þessari stundu þegar við felum Jón Þormar í Guðs hendur. Og þau eru svona: farðu í friði, vinur minn kær, faðirinn mun þig geyma, aldur og ævi, þú verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni. Blessuð sé minning Jóns Þormars sem var bestur, langbestur. Amen. Og síðan hittumst við aftur á nýrri leið. Og síðan hittumst við aftur á nýrri leið. Ég stend hérna einn í rigningunni. Ég hugsa til þín. Öðru
Við biðjum saman. Við þökkum þér, almáttugi Guð, fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von til eilífs lífs sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Lít í náð til Jóns Þormars sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varðveit okkur í trúnni á þig, að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleist, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Og allar bænir okkar felum við í bæninni sem Jesús kenndi okkur og við biðjum hvert með öðru og hvert fyrir öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Megum rísa á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu hans frá dauðum. Jesús segir, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu verða og af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Svo vöknum við með sól að morgni, svo
Meðtaki blessun drottins. Drottin blessi þig og varðveiti. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Gerðu það sem þú vilt. Vertu þú sjálfur eins og þú Láttu það flakka, dansa í minninu. Faðmaðu heiminn, elskaðu. Farðu alla leið. Farðu alla leið. Allt til enda, alla leið. Vertu þú sjálfur. Gerðu það sem þú vilt. Djamm og djæm og sveifla. Hoppítsson og nikur. Farðu alla leið. Farðu alla